Ríki sem hefja samstarf við Evrópusambandið telja ætíð að þeirra matvæli séu betri og hreinni en matur annarra. Ísland þar engin undantekning, segir þýskur sérfræðingur í Matvælaöryggi. Hann segir íslenskt kjöt innihalda bakteríur sem gætu sýkt íbúa Suður-Evrópu gæti þeir ekki hreinlætis. Þýsk-íslenska samstarfsverkefninu Örugg matvæli var ýtt úr vör í síðasta mánuði. Því ætlað að auka matvælaöryggi og neytendavernd á Íslandi sem nú þegar hefur verið innleidd í gegnum EES-samninginn. Íslensk stjórnvöld vilja ekki innleiða það ákvæði evrópsku matvælatilskipunarinnar sem heimilar innflutning á fersku kjöti með þeim rökum að það geti leitt til þess að dýrasjúkdómar berist til landsins. Eftirlitsstofnun EFTA telur Íslendinga með þessu brjóta EES-samninginn. Hún veitti íslenskum stjórnvöldum formlega áminningu í haust og líkur á að ESA kæri Ísland fyrir EFTA-dómstólnum síðar á þessu ári. Sérfræðingur frá þýsku áhættumatsstofnuninni sem helsti samstarfsaðili Íslands í samstarfsverkefninu segir að hafa ber í huga að það sé ekki aðeins ferskt kjöt sem beri með sér bakteríur á milli landa. There are also pathogenic bacteria in plants, in fruits and vegetables, as you can see in the crisis of the sprouts and the E. coli bacteria. So that is very clear that bacteria might come from all foodstuff. Hann segir að ótti íslenskra stjórnvalda byggja á því að komi bakteríur með dýrum eða kjöti til landsins, þá séu þær þar með komnar inn í landið. Þessi ótti sé að mörgu leyti skiljanlegur og Evrópusambandið og íslensk stjórnvöld verði að finna einhvern meðalveg í niðurstöðu þessa máls. Hins vegar eigi íslenskir neytendur ekki að þurfa óttast ferskt kjöt frá útlöndum að því gefnu að þeir gæti hreinlætis í eldamennsku. Because this kind of arguments always occur, for all new member states. They say, our meat is safe and we don't have diseases in our meat, but the others will bring it to our country. Dr. Hensel segir að engin þjóð sé svo fullkomin að hún framleiði algerlega bakteríulaust kjöt. Even Icelandic meat contains bacteria, and it might contain bacteria which makes people sick in the south of Europe. But this is a price you pay, for a common market.